Kominn tími á tiltekt. Frábæru Systema geymsluboxin nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Hræsingar og kostakjör. Komið sæl og verið velkomin í 24. þátt sjónvarps Víkurfrétta á þessu ári. Við erum að fjalla mannlífið í sinni fjölbreyttu mynd héðan frá Suðurnesjum. Heilsudrykkurinn Alda, ungt flugáhuga fólk á Ásbrú og kofabyggð í Grindavík meðal efnis í þessum þætti. Einnig stafræn smiðja, forsetaframboð og þéttur fréttapakki. En við byrjum á því að skoða þennan skemmtilega drykk. Þorskurinn verðmæt sjávarafurð og skapar okkur mikil útflutningsverðmæti. Verðmæti þorsksins einnig alltaf að aukast með meiri fullvinnslu og úrvinnslu á aukaafurðum. Roðið af þorskinum leikur stórt hlutverk í nýjustu afurð Kollland sem fullvinnslu fyrirtæki í eigu grindvísku útgerðarfélagana Vísis og Þorbjarnar. Úr roðinu unnið kollagen og það ein tegund próteins sem við inntöku getur bætt heilsu og hreyfigetu. Það örvar umbrot frumna í brjóski og liðum og stuðlar að endurnýjunarferli í bandvefjum en efnið styður til dæmis vefi í beinum, húð, vöðvum og sinum líkamans. Notkun kollagens ýtir jafnframt undir til dæmis stinna og slétta húð. Alda nýr heilsudrykkur sem væntanlegur í verslanir á næstu dögum. Drykkurinn þróaður af Kolland og tappað á flöskur af brugghúsinu Steðja. Segðu mig frá Öldu, þessum nýja drykk ykkar. Við hjá Kolland ákveðum að prófa að gera eitthvað úr kollageninu og kollageninu sem við höfum verið að framleiða og við komum upp þessi hugmynd að gera Öldu, kollagendrykk, svona ferskan og náttúrulegan drykk. Við höfum náttúrulega verið að búa til kollagenu úr roðinu, þorskroðinu og þróa það áfram og núna erum við komið með þetta í höndina sem þessi frábæri drykkur Alda. Hvernig vaknaði þessi hugmynd? Það kom ung stúlka til okkar sem heitir Hildur og var með þessa hugmynd að gera einhvern svona drykk fyrir sumarið og hún vann aðeins í því og síðan komst upp samstarf við Steðja í Borgarfirði og við höfum verið að vinna þetta með þeim núna undanfarið og loksins var hann komin á markaðinn. Hvernig myndur staðsetja þennan drykk svona í drykkjaflórunni? Þetta svona heilsudrykkur og við höfum mikið fókus á því að hafa þetta sem náttúrulegast og þannig að það engin sykur í þessu og það 5 grömm af kollageni í drykknum og við vildum fara í heilsulínuna á þessu og minnka sykur í svona drykk. Margir getur svona sett spurningamerki við drykk úr fiskafurðum en þetta ekkert eins og menn sé að fara að drekka einhvern harðfisk. Alls ekki og fólk mjög hissa þegar það smakkar og við verðum svona varir við það að Íslendingar þekkja kollageni kannski minna heldur en erlendir aðilar en ég hvet fólk bara til að smakka þetta mun koma öllum óvart hvað þetta frábær drykkur. Þetta sítrónudrykkur og einhverju fleiri drykkir væntanlegir í þessari línu? Já, við munum alveg klárlega auka úrvalið og það mun taka tíma og finna réttu blöndina og við viljum ekki út í neitt. Þannig að þetta þarf alltaf að virka inn í þessa ímynd sem við erum að vinna eftir og það svona heilsutengt og náttúrulegt. Þannig að það mun koma fleiri drykkir með þessu. Þegar Kolland hafi verið að vinna í að auka nýtingu á auka afurðum fisks og þorsksins, þið þurfum talsvert roði til þess að vinna þennan drykk? Jú, í þessu skiptir gríðarlega miklu máli samstarfi. Við þurfum samstarfi í sjávarútveginum og við erum að vinna í því og menn eru mjög jákvæðir út af þetta mun bara auka verðmætin, auka útflutningsverðmæti. Þannig að það hefur bara jákvæð áhrif á alla og síðan eru líka markaðurinn að kalla eftir því að menn nýti hlutina betur og finnir réttu leiðina til þess að búa til mestu verðmæti og það það sem við stefnum að. Og þeir eru með verksmiðju til þess að vinna úr þorskroði á teikniborðinu? Já, við höfum verið að vinna núna, við erum í samstarfi við Spánverja sem eru upp í Banyoles, rétt norðan við Barcelona. Og við erum komin við fyrstu drög að teikningum og kostnaðaráætlun, þannig að núna erum við bara að liggja yfir því og koma þessu áfram, þessu verkefni, sem verður alveg gríðarlega spennandi.
roðið svona kannski stærsta verkefnið, einstaka verkefnið sem að Kollland að fást við þessa vikunar? Við höfum mikið verið með fókus á roðinu núna. Það hefur skipt máli að klára það verkefni, setja það í rétta farveg. En að sjálfsögðu erum við að skoða aðra hluti en við höfum verið mjög einbeittir að fylgja þessu verkefni eftir. Og við erum að vinna í styrkjum og við erum að vinna með matís og þróun og vörunni. Þannig að það skiptir gríðarlega máli að við vinnum þetta rétt og náum því alla leið í mark. Kollagen, það má nota í aðra drykki heldur en svona sumardrykk? Já, við erum með samstarfssamning við MS þar sem við erum að þróa og pæla hvernig þetta passar við til dæmis hleðsluna þeirra eða aðra drykki sem þeir eru með. Og síðan þetta möguleikar í töfluformi eða duftformi eða hvernig sem inntakan sem best. En það skiptir náttúrulega mestu máli að varan virkar og hún hefur jákvæð áhrif á liðina eða húðina og það sem við erum að kanna. Ungt áhugafólk flug sótti flugbúðir Keilis í vikunni. Í flugbúðunum fá krakkarnir kynningu á ýmsu tengdu flugi. Einn þeirra sem sóttu flugbúðirnar á dögunum Þorsteinn Karl Arnarsson sem var að koma í annað sinn. Ég kom í fyrra líka. Það var bara svo brjálæðislega gaman. Ég var að koma aftur. Og já, það er svo margt skemmtilegt sko. Sem að gerast í flugbúðunum eins og þetta og margt annað. Og ertu að hugsa að verða flugmaður þegar þú verður eldri? Já. Bara alveg ákveðin? Já. Að sögn Heimis Snæs Heimissonar, umsjónamanns námskeiðsins, vikan búin að vera virkilega skemmtileg. Það búið að vera algjörlega yndislegt hjá okkur. Í gær kíktum við á Icelandair, skoðum skýlið og bara alveg yndislegt. Fengum frábæran túr og svo kíktum við hérna hjá á strákarna á sléttunni og skoðum fisvélar og það er bara búið að vera mega stuð hjá okkur. Strákarnir og krakkarnir eru búin að prófa herminn, flugherminn sem við erum með hjá Keili og bara gengum vel. Og eru þau alltaf áhugasöm? Þau eru það nefnilega. Þetta eru ungi krakkar en það er merkilegt hvað þau vita sko. Þau eru að spyrja spurningar sem það eru bara virkilega sáttur sko. Það er ótrúlegt hvað þau vita sko. Þannig að það er einhverjir framtíðarflugmenn þarna í hópnum? Það er alveg klart mál. Krakkar að koma alls staðar frá sko, við erum með krakka frá Egilsstöðum og Laugum undan á landi og þannig að það er mikill áhugi og alveg klart mál að þau eru að fara lengra, einhver þeirra sko. Flugbúðirnar stóðu í 4 daga. Á dagskráni var heimsókn í flugskýli Icelandair, ferð á sléttuna þar sem krakkarnir skoðuðu og fræddust fisflugvélar. Þá komu flugvirki, flugumferðarstjóri og flugmaður í heimsókn og sögðu frá störfum sínum. Haldnar voru kynningar á ýmsu tengdu flugi. Svo fengu allir nemendur að fara í flughermi hjá Keili og þyrla landhelgisgæslurnar kom við. Flugbúðirnar hafa verið haldnar reglulega í nokkur ár og segir Heimir ekkert lát á áhuga ungs fólks á flugi. Thelma Rakel Gretarsdóttir tók þátt í flugbúðunum í ár en það hefur lengi verið draumur hennar að verða flugmaður. Það er búið að vera rosa skemmtilegt. Hvað er svona eftirminnilegasta sem við búin að gera hingað til? Að fara og skoða flugskýlið hjá Icelandair. Það var mjög gaman. Og þið lengi búið að langa að verða flugmaður? Já, mér hefur alltaf fundist það svona flott að fara upp í loftið og fljúga, geta flogið. Það er mikill uppgangur á öllum sviðum í Grindavík. Þar er byggt af krafti þessa dagana. Það er reyndar ekkert skipulag á byggingasvæðinu, enda smiðirnir frá 8 ára aldri og hafa nokkuð frjálsar hendur þegar kemur að smíðinni. Kofabyggðin í Grindavík nýtur mikilla vinsælda. Strax við opnun byggingasvæðisins á mánudag voru mætti þangað 30 krakkar, vopnaðir hömrum og nöglum, tilbúnir til að ráðast í kofabyggingar. Hjalti Steinar Guðmundsson, umsjónarmaður opinna á grænna svæða í Grindavík, hefur kofabyggðina á sinni könnu. Hann átti alls ekki von á þessum fjölda barna í smíðavinnuna og því þurfti mun meira byggingarefni á staðinn en gert var ráð fyrir. Þið fáið bara 30 krakka hérna strax, þetta er náttúrulega miklu meira heldur en áttu von á. Já, ég var kannski að búast við svona 10 mestalagi 15 krökkum. En þetta er bara flott að geta haldið svona úti, það er bara flott. Ég sé að það er svolítið mikið meira stelpum en heldur en strákum, er það ekki svolítið óvenjulegt? Jú, reyndar, en það er bara flott að fá svo flesta stelpur líka, bara flott, glæsilegt sko. Og hvernig byggið þetta upp? Þið eru að skaffa byggingarefni og þau koma með verkfæri og nagla? Já, við reddum öllu byggingarefni og þau komum bara með
öll verkfæri og það sem þarf í það. Ég segi þeir eru með nóga vörubrettum en svo bara gæða timbur. Já, þetta voru svo margir krakkar sem komu að við erum í marga daga að rífa í sundur brettin hérna. Það var ekkert annað en að gera en að fara í Bíkó í Keflavík og kaupa alveg efni. Hvað áttu eftir að standa lengi? Þetta bara, vonandi bara fram á haust. En með byggingarhraðan í dag þá voru nú örugglega búið með allt byggingarefni bara í fyrramálið. Já, ég kom með leyfi til að fara heim á kvöldin og taka efni í leiðinni, bakaleiðinni út í Grindavík. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan hún ferðast. Bílinn bíður þín svo tandur heill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is Traustar og öruggar samgöngur eru lykilatriði í velgengni samfélagsins og okkar. Við búum á eyju í miðju Atlantshafi og höfum alltaf verið háð góðum samgöngum. Nú eru flugsamgöngur stór hluti af tilveru okkar og á stóru svæði eru þær háðar þjónustu okkar. Starfsemi Isavia fer að miklu leyti fram án þess að þú takir eftir henni og þannig á það að vera. Við rekum flugvelli sem tengja landshlutana og tengja landið heiminum. Við stýrum flugumferð í einu stærsta flugstjórnarsvæði heims sem tengir 3 heimsálfur, Evrópu, Asíu og Norður-Ameríku og tryggjum að 30 milljónir ferðalanga komist leiðar sinnar á hverju ári. Isavia, hluti af góðu ferðalagi. Það alltaf mikið fjör í fréttum frá Suðurnesjum. Hér kemur skemmtilegur fréttapakki Sjónvarps Víkurhetta. Sumarið komið að fullum krafti á Keflavíkur flugvelli. Til marks umferðina flugvöllin þá eru 170 komur og brottfarir frá flugvellinum þennan sólarhringinn, en þegar mest verður í sumar verða komur og brottfarir í áætlunarflugi 200 talsins. Nú svo komið að flugvélar komast ekki allar upp af flugstöðunni og þarf að þjónusta marga vélar á flugvélastæðum fjær henni. Myndirnar með þessari frétt voru teknar í morguntraffíkinni síðasta sunnudagsmorgun þegar vélar Icelandair voru að koma til landsins á sama tíma og vélar WOW Air héldu út í heim. Og meira flug. WOW Air flög á þriðjudag sitt fyrsta flug til Los Angeles. Flogið verður 4 sinnum í viku á Airbus A330. Þá flög WOW Air sitt fyrsta flug til San Francisco á dögunum. Flogið verður 5 sinnum í viku þangað, en 3 nýjar Airbus A330 300 breiðþotur verða notaðar í flug WOW til vesturstrandar Bandaríkjanna og verða þetta stærstu þotur sem flogið hefur verið í áætlunarflugi til og frá Íslandi. Skúli Mogensen, forstjóri WOW, segir sérstaklega stoltur af því að geta boðið Íslendingum sem öðrum upp á flug til San Francisco á hagstæðum kjörum. Hann segist finna mikinn áhuga fyrir þessum nýja áfangastað, enda sólríkur og fallegur staður sem hefur margt spennandi upp á að bjóða. Á vef Víkurhetta sagði Skúli nýju Airbus A330 breiðþoturnar vera sérstaklega glæsilegar og það sé gaman að geta boðið gestum WOW að stíga borð í glænýjar og umhverfisvænar flugvélar og njóta ferðalagsins. Notkun þessara nýju breiðþotna marka ákveðin tímamót í íslenskri flugsögu og það er mikill heiður að fá að taka þátt í því, segir Skúli. Þá mun þessi áfengi vera liður í því að festa WOW Air í sessi sem eitt öflugasta lággjalda flugfélagið yfir Atlantshafið. Og aðeins meira flugtengt. Fyrirtækið Chef's Catering verður opnað í haust, gangi áætlanir eiganda eftir. Framkvæmdastjóri félagsins Magnús Ólafsson. Hjá félaginu verða framleiddar máltíðir fyrir bæði farþega á flugáhafnir WOW Air og annarra flugfélaga sem fljúga til Íslands.
Einnig mun þar verða framleiddur matur fyrir mötuneyti Airport Associates og önnur fyrirtæki sem til félagsins leita. Eldhúsið verður staðsett í nýbyggingu Airport Associates sem nú verið að reisa á flugvallarsvæðinu. Að Air Chefs Catering standa Airport Associates, fjárfestingafélagið Titan EHF í eigu Skúla Mogensen og fjárfestingafélagið MK í eigu Magnúsar og viðskiptafélaga hans. EM-æði hefur gripið Suðurnesjamenn eins og aðra landsmenn og risaskjáir spretta upp eins og gorkúlur allt. Það ekki bara á Tjarnargötunni í Keflavík sem boðið upp á Evrópukeppnina í knattspyrnu á risaskjá. Þegar allt stemdi í að risaskjárin við skrúðgarðinn yrði ekki komin upp í tæka tíð, tók Davíð Örn Óskarsson íbúi við Faxabraut í Keflavík til sinna ráða og kom upp risaskjá í garðinu sínum. Þangað bauð hann svo vinu sínum að horfa á Ísland og Portugal en leikurinn endaði sem kunnugt með jafntefli 1-1. Eins og sjá má á meðfylgjandi myndum var mikill metnaður lagður í verkefni. Keilir útskrifaði 163 nemendur við hátíðlega athöfn á Ásbrú föstudaginn 10. júní. Við athöfnina brautskráðust nemendur úr Háskólabrú, Íþróttaakademíu og Flugakademíu auk nemenda í leiðsögunámi í ævintýraferðamennsku á vegum Thomson Rivers University og Keilis. Með útskriftinni hafa 267 nemendur lokið námi frá skólum Keilis á árinu og stefnir í að þeir verði orðnir rúmlega 300 talsins í sumar, þar sem enn á eftir að brautskrá nemendur á verk- og raungreinadeild Háskólabrúar Keilis, auk nemenda í tæknifræði námi Háskóla Íslands og Keilis. Aldrei hafa jafnmargir einstaklinga lokið námi í Keili á einu ári síðan skólinn hóf starfsemi sína árið 2007. Sólseturshátíðin í Garði verður formlega 23. til 27. júní þó dagskrá hefjist mánudaginn 20. júní í Íþróttamiðstöð Garðs með karlakvöldi í Sundlaug. Síðan rekur hver viðburðurinn annan alla vikuna. Sólseturshátíð var haldin í fyrsta skipti árið 2005 og nú árlegur viðburður í Garði. Sólseturshátíðin fjölskylduhátíð haldin á Garðskaga við góðar aðstæður, fallegt umhverfi með fjölbreyttri dagskrá. Á Garðskaga góð aðstæða fyrir tjaldbúa, tjaldvagna og húsbíla. Snyrting, rennandi vatn og rafmagn til staðar. Tæknifræðingurinn Sabir Þór einn af fjölmörgum frumkvöllum á Ásbrú á gamla varnarliðssvæðinu. Hann ásamt fleirum reka saman Hackett í frumkvöðlasetrinu Eldey á Ásbrú. Hackett stafræn smiðja eða svokallað gjörðapláss sem öllum opið. Þar má finna ýmis tæki og tól. Allt frá þrívítarprentara og laser skurðavél til sjónvarpa og tölva sem liggja á víð og dreifum húsakynnin. Hackett varð til þegar nokkrir nemendur í tæknifræði við Keili voru með þá hugmynd að setja upp hálfgerða tæknismiðju. Þau vildu búa til aðstöðu þar sem hægt væri að fikta með allskyns dót. Í húsnæði Hackett mikið verið að endurnýta gömul raftæki, en sjálfur hefur Sabir stundað það frá æsku að skrúfa sundur og saman hinn ýmsu tæki. Hvernig sér það Hackett þróast? Hvernig myndur þú vilja sjá þetta fyrir þér? Af hverju verður þetta? Sko, það sem ég reyna að gera núna að því að Hackett núna skilagreind, sko. Við vitum hvað Hackett núna. Þetta svona óformlegt fiktara skóli. Mér listaði vel að horfa þetta þannig. En það ekki búið að skilagreina sig í samfélaginu. Þetta samfélagsverkefni. Þetta ekki eigin fyrirtæki. Hugmyndin frá upphafið var að hafa Hackett sem non-profit organization. Þetta ekki fyrirtæki til að búa til pening. Þetta fyrirtæki til að bæta því í samfélaginu og gera samfélagið betur. Og ég að horfa að þess fá ekki bara sjálfboða aðilar að hjálpa til en fá líka nokkrum starfsmennir, bara hlutastarf, örugglega nemendur að halda opið í svona opin tímar af því að það annað, að það til 2 í viku svona opin tímar fyrir almenning. Hver sem getur labbað inn, skoða og nota verkfæri svona. Ef maður langar að fara að nota eitthvað tæki eins og 3D-prentara, laser skurðavél, þarf að læra á því fyrst. Þarf að skrá sig á lista. Það nokkrum komið í listan, það kemur svona námskeið í þennan græi. Stundum verður lengri námskeið eins og við vorum með MSS sem fórum í gegnum öllum
vélum svona. En þegar þú búið að svona formlega læra að nota X tæki, þá þú getur komað þegar það opin tímar. Ef hún ekki í notkun, þú getur farið bara að nota hana. Næsta haust verður það valgrein í Háaleitiskóla á Ásbrú að taka námskeið hjá Hackett. En Hackett-liðar vilja auka tæknikennslu í skólum landsins til muna. Við erum að byrja núna í september að vinna með Háaleitiskóli hér í Ásbrú sem rétt hjá. Þau eru með Hackett í Val. Það eru 15 krakkar sem búið að skrá sig inn. Það eru milli september og desember. Einu sinni í viku, það ætla að koma hér og bara læra rafmagnsfræði, búa til einföldu vélmenni, svona sjálfstýrðu bíll planið, Svo erum líka með tómstundanámskeiðir, svona kvöldnámskeiði, ég kalla þetta tæknifélag, eins og það til taekwondo-félagi og judo-félagi og fótboltafélög. Þetta svona tæknifélag, bara klubb þar sem unglingar getur komið inn og leika sér með að læra rafmagns- og tæknifræði. Í staðinn að þau sagði, til dæmis þegar ég var ungur, ég var ekki svona sporttýpu, sko. Ég var frekar að teikna, ég var frekar að hugsa, horfa út í glugga, samt ég var alltaf með mjög góða einkunnar í grunnskólanum, þótt ég var ekki að fylgjast með alla tíma. Það var allt of hægt fyrir mig, því ég var frekar svona mental rather than physical. Það fullt af krökkum sem eru þannig, sko, sem passar ekki í svona íþróttafélag, en sem passar mjög vel hér, sko, sem getur bara bæta við sig rosalega mikil þekkingu bara science, eðlisfræði, sem rafmagnsfræði, eðlisfræði, after all, en bara alls konar, hvernig að hugsa sem bara verkfræðingur. Davíð Oddsson, fyrirverandi ráðherra og seðlabankastjóri, var á ferðinni á Suðurnesjum í vikunni vegna komandi forsetakosninga. Hann kom og kynnti sér hinn ýmsu mál á svæðinu og kom við á skrifstofu Víkurfrétta og við tókum auðvitað kappan tali. Það aðeins betra hljóð í okkur Suðurnesjumönnum þessa mundir. Það svona, efnahagslífið hefur tekið nokkuð mikinn kipp að undanförnu. Hefurðu fundið fyrir því? Já, ég held að það blasir bara við að það bara fáein misseri, allmörg aðeins örfá ár síðan að hljóðið var hér dálítið dökkt og ég vil aðeins dekkara heldur á sumum öðrum landsvæðum, en mér finnst að það hefði alveg snúist við og það sé miklu meiri bjartsýni og vorhugur í fólki núna heldur en var áður, og það er sem mér vænt að skynja, því að hér eru fjölmörg tækifæri og menn eru að grípa þau, og reyndar hefur nú fólk hér á þessu svæði sýnt það forðum tíð og iðulega að það duglegt að bjarga sér, nýta færin og fljót til að nýta færin. Það sýnist mér okkur að vera að gerast núna, það allt annar hugur í fólki. Já, ef maður horfir til þess að varnarliðið hvarf hérna með Manni og Mús 2006 og þú varst nú í nokkru mikilli framlínu í kringum þann tíma og síðan kemur bankahrunið aðeins hart niður á okkur því að það hefði verið mikil umsvif hérna á svæðinu, svona í góðærinu. Svona þegar þú horfir hans tilbaka sér síðustu ár, hvernig finnst þið Suðurnesjamenn hafa tekið á þessu? Nei, auðvitað var það þannig að þó að brottför varnarliðsins væri í nokkrum áföngum og menn vissu í hvað stemdi vegna breyttra áherslna hjá Bandaríkjunum með veru liðs. Áherslurnar voru farnar að færast austur á bóginn, suðaustur á bóginn, menn vissu það. En enga síður einmitt eins og þú varst að segja, af því að hér var spenna, að þá fundu menn ekki svo fljótt fyrir þessu höggi sem hvar varnarliðsins var. Því að fyrstu 1-2 árun eftir enn mikil spenna í loftinu. En svo það eiginlega þannig að þegar að bankaáfallið brestur á, að þá verður áfallið hérna eiginlega tvöfalt í einu. Að þá eru áhrifin af brottför varnarliðsins að koma fram og í sama leyti áfallið vegna bankaáfallsins að bresta á líka. Þannig menn fengu eiginlega svona
2 högg í höfuðið, svo má segja. Þannig það var ekkert að undra þótt að mönnum væri dálítið brugðið þegar þetta gerðist. En eins og ég segi, núna finnum við fyrir því að auðvitað er það þannig að ferðamannastraumurinn eftir áfallið, þegar krónan lagaði sig að aðstæðum og þá opnaðist fyrir útflutningsgreinar og ferðamannastraum. Þau eru með þetta mikla hlið Íslands að umheiminum hérna og það hefur auðvitað stækkað og eflst, flugfélögum fjölgar sem hingað koma og þess áttar og starfsemi á gamla vallarsvæðinu sem að fóð dálítið hægt af stað, það er að grípa sig aftur og við erum með frægasta ferðamannastað í heimi hér í nágrenninu, umtalaðan stað alla veröld, náttúrulegan stað að mörgu leyti og allt þetta hjálpast að og svo auðvitað sjávarútvegurinn sem er hluti af umgjörðinni. Og mér sýnist að það sé allt annar bragur á þessu öllu saman núna en var og það er Guðs þakkar vert. Við þökkum ykkur fyrir áhorfið við, minnum ykkur á aðra fríska miðla Víkurfrétta, blaðið okkar sem hefur komið út hér vikulega í allmörg ár, bráðum 4 áratugi. En við erum líka í fréttum á vefnum, www.ff.is er vefmiðlan okkar. Þar eru nýja fréttir alla virka daga og líka helgar. Og fyrir kylfingana á kylfingur.is. Þið getið líka séð eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta á YouTube rásin okkar undir heitinu Sjónvarp Víkurfrétta. Við þökkum fyrir okkur að sinni, sjáumst á vikuleiðinni. Verið sæl.